Jói, hvernig svona, já, hvaða tilfinningar eru hjá þér eftir að leika mútið Þór? Við erum alltaf bara svekktir, alltaf svekkjandi að tapa og sérstaklega í leik sem að við vorum alltaf bara eiginlega eitt færi í þessu leik og þeir skoru úr því og það er alltaf mjög svekkjandi. Þetta var mjög lokaður leikur. Já, mjög. Ég held að það hefði bara verið eitt færi í leiknum, það var bara þetta færi. Svekktur þá að þitt lið hafi ekki skapað neitt að ráði? Já, ég er alltaf svekktur með það en þú veist, í rauninni höfum við spilað nokkra svona leiki áður og það er dottið okkar megin. Þannig að þetta er bara svekkjandi. Hvað vantaði upp? Bara betri fyrirgefur eitthvað svoleiðis? Já, hugsanlega. Við vorum kannski kannski vantaði aðeins gæði bara á boltan fannst mér. Það hefði verið aðalega það og ég í báðum liðum fannst mér. Þetta var bara barningur í rauninni allan leikinn og mikið návíi og skallegin og bara ekkert auðvelt að vera gæinn sem að tekur boltan niður og ætlar að fara að spila eitthvað fallegan fótbolta sko. Barningur og Pétur var ekkert mikið að dæma aukaspyrnu, hvernig leiði með dómgæsluna? Hann var bara dæmd í leikinn, þú veist, ég meina það var ekkert öðru sem aðrir dómarar eða þú veist, þetta var bara alltaf leið, það var ekkert, þú veist, hallaði ekkert á annan liðið eða neitt, þannig að ég nú bara fýll leikur á honum held ég bara. Hvernig svona metur stöðuna á IR núna? Það er hálfspenna að lýsa þetta, ég segi umspilsbaráttu og öllu því, toppsætti svo sem að geta alveg farið, hvernig líður með þetta? Sko, bara, þetta er náttúrulega búið að vera mjög skemmtilegt tímabil og allt það og við erum í skemmtilegri stöðu en þú veist, núna, við fengið núna tvisar í Belginn og þannig að við þurfum bara, þú veist, reyna bara að finna aftur passjónu fyrir þessu og hafa gaman, þú veist, það þýðir ekkert að fara í eitthvað volaði sko, en það er eftir að spila fullt af leikjum og eins og þú segir, þetta er bara barátta líka, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, fyrsta sæti er náttúrulega alveg líka, en þú veist, þetta er bara, þú veist, mjög jöfn deild, allir leikir erfiðir, engin leikur auðveldur, þetta er bara, þú veist, þannig að þetta er bara, skemmtileg deild. Við alltaf svona út í það mér hef ég tekið eftir umræðum að of marga breytingar í glugganum hafi haft eitthvað áhrif á þetta írli, ertu sammála því? Já, þú veist, sko, við erum náttúrulega búin að tapa leikjum, þannig að, þú veist, ég veit ekki hvort það er náttúrulega mjög auðvelt að segja það, þú veist, en sko, við höfum ekkert gert þannig sem rosalega mikla breytingar samt á liðinu, sko, þó við fengið alveg leikmenn inn og við getum náttúrulega lítið gert í því að missa leikmenn út í háskóla, þess að 2 strákar sem eru búin að vera í byrjunarliðinu allt sumar og síðan varnarmann sem fer úr axlarliði, þú veist, það er ekkert að gera í því, ég meina maður þarf að fá leikmenn í staðinn og strákarnir sem hafa komið inn hafa bara gert sitt besta en ég menna, þú veist, svona er bara fótboltinn, það er mjög auðvelt að vera að standa einhvers staðar fyrir utan og gagnrýna og það er bara, þú veist, svolítið sem bara leikurinn og bara, þú veist, gaman að sé einhver umfjöllun, sko. Hvað tekur þú svona jákvætt út úr þessu? Sko, mér fannst við vera alveg ágætis svona shape á okkur í allan leikinn, þú veist, og en náttúrulega bara, þú veist, það er erfitt að taka, þú veist, jákvætt svona strax eftir leik þegar maður er nýbúinn að tapa, en það er bara Breiðholtsslagur næstu helgi og það er bara, svona er þetta bara, þú veist, ég held að við þurfum bara reyna að komast aftur á Hestbak, sko. Skilst að Guðjón og Bergmann verði í banni í þeim leik, hvað finnst þér það? Hvað finnst mér það, bara almennt þessu í banni, eða? Að þeir sé að taka út bann fyrir spjöld sem þeir eru löngu búin að fá? Já, mér finnst þetta mjög merkilegt að það skuli ekki bara vera í leið og komið 4 og fyrir bara í banni í næsta leik, en skipt svo sem ekki máli hvort það sé í þessum leik eða næsta leik, þú veist, þeir taka bara einn leik í bann, þannig að þú veist, það er að sama, við vissum þetta alveg fyrirfram, eina sem er þreytt sko er að ég heldur sem er 5-6 leikmenn á gulu, þannig að ef við höfum fengið sko fleiri, þá getur verið með 6 leikmenn í bann, þú veist, að vera að safna upp spjöldum í leikjum, svo sagt, 2 leikjum, leikmennir á gulu spjaldi, fá 2 leiki til að koma sér í bann í einhvern með einu leik, það er kannski, en ég menn þetta er jafnt fyrir öll lið, þannig að þetta er, þú veist, bitnar ekkert meira á okkur heldur en öðrum, sko. Nei, við erum svolítið komin í 2025 kannski að fara að uppfæra þetta. Það er mín skoðun. Já, ég er alveg sammála því, en þú veist, það er bara ekki mitt, sko. Takk fyrir þetta, Jói. Já, takk sömuleiðis.